Hafði eftir að séð svona glæru. Kemur hérna, já, þessi mætti fyrir að sá hana. Herri, ég heiti Jón Heiðar Pálsson, ég er sviðsstjóri við sölu markaðssviðs Væs. Já, nú fer ég á blaðið. Velkomin. Takk fyrir að koma. Það er mikill heiður að fá ykkur á álegan jólafund Væs. Það er orðið fundafært. Frú Edda er mætt í salinn, þannig að þetta lítur allt vel út. Ég vil byrja á að segja takk fyrir að vera til. Takk fyrir að vera viðskiptavinur Væs. Takk fyrir að koma. Takk fyrir að vera samherjar í baráttunni. Og bara enn og aftur, takk fyrir að vera til. En við erum í beinni útsendingavenju til þess að það er myndavél hérna fyrir aftan ykkur og landsmenn nær og fjær munu geta notið þess að hlusta og fylgjast með dagskránni. Síðan mun þetta koma á YouTube eins og fyrir jólakynningar og þið getur rifjað upp gamla fundi ef ykkur langar til þess eða skoða þennan aftur og aftur. Við erum með þátttöku í ár. Við erum með rúmlega 500 manns í sal. Við erum með 983 að horfa í beinu streymi og samtals eru því hátt í 2300 manns á fundinum. Það er nýtt með. Nú, í dag erum við með þétta geggjaða dagskrá. Það er allt geggjaða dagskrá og okkar færasta fólk að kynna. Það er örlítil breyting á dagskránni frá venju og það er, eins og segir, í upphafi skal endurskoða. Í ár endum við á jólahugveki Væs. Það sem við kynnum meðal annars, hvernig á að veiða humar, slíta humar, elda humar á 2 mismunandi vegu, annars vegar hversdags og hins vegar hvernig á að bera fram á jólum. Ég mun kynna þetta sjálfur og fara við það venju. Ég byrð stelpurnar í salnum að taka mjög vel eftir því að ég með fara yfir uppskriftir og ég ger nú frekar á fyrir þeim í eldhúsinu. En strákarnir líka taka vel eftir eða þurfa að rifja upp fyrir stelpunum hvað gerðist. Og svo að sjálfsögðu getið þið skoða aftur á YouTube ef á þarf að halda. Nú, fundur er settur, þá hakkaði við glæru 1 og 2 hérna, seti hér að þar eru búnar og núna erum við að fara við dagskrá fundarins. Við munum byrja á honum Birni Þórhallssyni og hann ætlar að renna yfir og kynna svona hugarheim Bill Gates og Microsoft, hvað er nýtt þar. Og þá mun Edda Björgvins taka við og tala húmor á vinnustað. Nú síðan sökkum við okkur í hyldýpi tækninnar og Stefán Torfi með kynna Væs Attendance og Power Apps. Síðan koma Elín og Helen að venju með tips og tricks í NAV til að velta bókarulífið og einfalda hlutina og loks verður dregið í happdrætti. Ég vil minna ykkur á að þið eru með miðana og á þeim eru númer og þegar við drögum þá fylgist þið með nafnspjaldum ykkar og ef númerið ykkar er kallað upp, það þýðir að þið fengið vinning. Nú, þegar að þetta er komið, ég ætla að bíða með að segja jólabrandari, ég er með 2. Þið munu örugglega ekki skilja þá, en ég segi allavega annað er að 2 svar. Það er svona reynslan, ég er búin að ræfa mig með þetta. En endilega njótið veitingana og þær verða á borðum held ég eitthvað áfram og nóga kaffi og kakó og því öllu. Hún Sólrún Sæmundsen sem ég hitti áðan þegar komið inn
Hún hefur verið mér til hals og traust og hún verður tímavarður. Þannig að hún passar upp að við haldum dagskrá og mun stýra öðrum aðgerðum. Hún ásamt á öðru starfsmönnum Væs hafa séð undirbúninginn og ég vil þakka þeim fyrir það og það var staðið sér prýðilega vel. Þú, klæra 3 búin. Nú, þá hef ég við dagskrána og byrjum á Birni Þórhallssyni sem kynna Business Central. Gjörðu svo vel, Björn. Herra fundarstjóri, ágætu gestir. Ég ætla bara að biðja þakka ykkur fyrir að koma inn í dag. Stór, glæsilegur hópur. Við ætlum að fara, ég ætla að minna ykkur á bara, hann ætlar að draga í lottóinu eftir, kallinn. Og ég bara var ykkur við, alls ekki verið í símanum. Hann ætlar að vera með svona litla dróna að fylgjast með ykkur, hvort þið séð í símanum og það minnkar líkurnar á að þið verið valið. En ég heiti Björn og er sölustjóri hjá Væs og ég ætla að fara svona stuttlega yfir hvað framundan hjá Microsoft í útgáfumálum. Það heilmikið nýtt núna framundan og ég ætla svona að fara aðeins yfir tækninýjungarnar og svo kemur hann Stefán Torfu eftir og fer svona aðeins dýpra í hlutina. Flestir vita af því að Navision og NAV-nafnið dottið upp fyrir og nú heitir lausnin Business Central. Við köllum hana svona oftast bara BC, svona okkar á milli, svona í almennu tali, en þetta svona að byrja að venjast. Til að auðvelda útskýringar á þessum breytingum sem eru núna framundan, að þá ég búinn að skipta þessu upp í 2 skref. Og fyrra skrefið sem sagt þessi útgáfa sem heitir Business Central 14 og þetta svo útgáfa sem við erum að uppfæra viðskiptavini okkar í dag. Þessi útgáfa styður alla þessa helstu biðlara sem við könnumst við. Það rauninni þessi Windows aðgangur sem búinn að vera frá örófi alda í NAV og Navision á undan því. Síðan það í rauninni þessi vef aðgangur og síðan aðgangur í síma og spjaldtölvu. Þessa útgáfa Business Central erum við að uppfæra í núna og verður hægt að uppfæra alveg fram á næsta ár. Og það ansi miklu búið að bæta við eins og vef og síma aðganginn í útgáfinni. Þarna orðið auðvelt að skrifa upp á reikninga til dæmis í símanum og svona ýmislegt sem auðveldar svona daglegt starf, en það líka búið að vera mikla breytingar svona undir húddinu í kerfinu og það til dæmis eins og workflow búið að breytast mikið. Þetta svona uppsetning á vinnuferlum sem getur þá verið í nokkrum skrefum til þess að láta kerfi gera eitthvað sjálfkrafa fyrir notandann og það hægt að setja þetta upp í einu eða fleiri skrefum. Dæmi feril sem gæti verið hægt að nýta workflow í til dæmis að sækja gengi á tilteknum tíma í einhverja tiltekna vefþjónustu og þá lesa inn í kerfið og láta kerfið bóka það sjálfkrafa á einhverjum ákveðnum tíma, alla virka daga vikunar eða eitthvað álíka. En þetta svona eitt af því sem hefur verið mikil bæting í grunninu. En þetta sem sagt þetta skref 1, Business Central 14 útgáfan. Síðan það skref 2 og hér eru svona heldur meiri breytingar og þessa útgáfu reiknum við með að byrja að uppfæra í frá og með næsta hausti. Það sem svona kannski stærst hér að Windows klientinn sem við þekkjum í dag og erum öll að nota, hann dettur út og við tekur vefbiðlarinn. Það svona ansi margt sem komið í þennan vefbiðlara sem orðið betra heldur en í Windows-biðlaranum, þannig ég held að þessi breyting verði bara til góðs að færa sig yfir í vefbiðlaranum. Meðal annars leitin orðin enn öflugri, aðgangur að kerfinu að sjálfsögðu orðin miklu öflugri vegna þess að það skiptir ekki máli hvort þú sért að nota Windows-tölvu eða Mac-tölvu eða hvar þú ert staðsettur. Þú munt alltaf komast inn í browser.
Power BI líka orðin hluti af vefbiðlarunum og þeir sem hafa verið að nota Power BI í dag, þeir skrá sig inn á powerbi.com til þess að skoða skýrslunar sínar, en með þessum vefbiðlara sem við byrjum að uppfæra í þessu skrefi 2, að þá verður hægt að nálgast skýrslunar sem að viðkomandi hefur aðgangað innan biðlarans. Og það hægt að stilla biðlaran þannig að þú getur runni annaðhvort verið með sjálfgefna skýrslu, opna, hver skipti sem þú opnar klæjandinn, og eða þú getur þá skráðið þarna inn í gegn og flett í gegnum þær skýrslur sem að þú hefur aðgang að. Nú, tengingar við Microsoft Power Platform eru líka orðnar enn öflugri hér og Power BI hluti af Power Platform, en það líka margt fleira þarna inni sem að við getum nýtt okkur og við munum sýna ykkur dæmi Power Platform í kynninguna Stefáns Torfa hér á eftir. Önnur stór breyting að í þessari útgáfu eru allar sérbreytingar og sérkerfi í svokölluðu extensions eða sjálfstæðir pakkar. Ef við skoðum þetta aðeins betur, hvað þetta extensions að þá búið að slíta sérbreytingar og sérkerfi frá grunnkerfinu. Þannig í staðinn fyrir að við séum með grunnkerfið og svo séum við að sérbreyta innan grunnkerfisins, að þá heldur Microsoft grunnkerfinu alveg heilu án þess að vera með einhverjum sérbreytingum og hver og ein sérbreyting síðan sett í svona stakan pakka. Og það sem við græðum á því að fara þessa leið með því að gera bæði sérbreytingar og sérkerfi að sjálfstæðum pökkum, að þá þeir meðhöndlaðir svo lítil forrit og tengjast á hvert og eitt við grunnkerfið. Og með því að gera kerfin sjálfstæð, það ekki að setja forritsbreytingar inn í grunnkerfið, þá ansi margt sem að einfaldast. Og sem dæmi að hver og einn pakki eða extensions þarf þá að uppfæra sérstaklega og þá með sína eigin útgáfustjórnun. Uppfærslan á grunnkerfinu verður þar af leiðandi mun auðveldari því það eru engar sérbreytingar eða sérkerfi að þvælast fyrir og þegar grunnkerfið hefur uppfært þarf svo einfaldlega að tengja hvert og eitt extensions aftur við og þá þarf að vera búið að uppfæra hvern og eitt pakka og þeim síðan bara smellt og tengt við grunnkerfið. Að tengja ólík sérkerfi við grunnkerfið verður þar af leiðandi auðveldara en áður því að allar sérbreytingarnar eru þá hjúpaðar í þessa pakka og hefur ekki áhrif á grunnkerfi sjálft. Pakkarnir eða extensions verða svo aðgengilegir hjá okkur í Wise og eða á AppSource. Nú, AppSource markaðstorg fyrir Microsoft lausnir, meðal annars Business Central, og þetta svona svipað eins og við þekkjum úr símanum okkar, eins og í Apple símum þá heitir það App Store og í Google eða Android símum þá heitir það Play Store. Nema þetta þá fyrir Microsoft lausnir eins og Business Central og heitir AppSource. Öll kerfin hér fyrir Business Central eru vottuð á Microsoft og pakkað saman í svona extensions. Á sama hátt og við þekkjum flest úr appbúðunum í símanum okkar að þá fá þær lausnir sem verða hér í boði einkunnir frá notendum og umsögn og þá hægt að lesa sér til hvaða kerfi væri sniðugt að nýta sér. Hér verður auðvelt að nálgast þá ýmsar sérlausnir sem þá mismunandi eftir þó hverju landi hvað verður í boði hverju sinni. Allur hugbúnaður í AppSource síðan í mánaðarlegri áskrift. Microsoft Power Platform eitt af þessu sem kemur með góðri tengingu í nýju útgáfunni og Power Platform, þetta svona samansafn af nokkrum hugbúnaðarlausnum fyrir þá skýrslugerð og viðmót og hönnun á litlum snjalllausnum eins og til þess að birta í símum og spjaldtölvum og þá vinnuflæði til að tengja ólík kerfi saman.
og öll birtingin þá, eins og ég sagði áðan, í síma eða í spjaldtölvu og það er einnig hægt að horfa á þessar lausnir svona í vef klientinum að hluta. En Power BI, við fórum aðeins yfir þetta áðan, þetta eru svona flottar grafískar skýrslur og mælaborð og það má í rauninni segja að þær séu að fullu samþættar og birtanlegar inn í Business Central vefbiðlarunum og þá er rauninni orðin hluti af lausninni. Power Apps er annað sem er í þessari Power Platform suite hjá Microsoft og þarna er sem sagt komið svona, já, ég leyfi mér að segja bara plattform fyrir kerfi sem að auðveldar að útbúa þá lítil snjallforrit eða upp fyrir smá sem stór verkefni. Og þetta er rauninni eitthvað sem að fyrirtækin geta gert sjálf með svona smá hjálp frá okkur og þetta geta verið í rauninni, þetta geta verið tímastimplun, þetta geti verið viðvera, þetta geti verið viðhald á tækjum, yfirlit yfir einhver verkefni, allt sem geti hjálpa til í svona lítilli snjallsímalausn. Möguleikarnir eru nánast óendanlegir. Power Automate er síðan enn einn hlutin í þessu Power Platformi og þarna er í rauninni á myndrænan hátt hægt að setja upp svona eins og hálfgert flæðirit. Það er rauninni, þarf ekkert að forrita í þessu en hérna er hægt að stilla af að færa gögn úr einu forriti yfir í annað, niður á reiti og svo framvegis og þetta höfum við verið að nota fyrir svona þar sem að við lendum í einhverju strandi að koma gögnum á milli kerfa og höfum til dæmis notað þetta til þess að færa úr kerfum sem eru í Microsoft skíinu og yfir í kerfið sem eru á grunnum innanhús. Og Stefán fer svona kannski aðeins betur yfir þetta á eftir. Ef við rennum svona aðeins betur yfir þetta hérna, þetta er rauninni þessar 2 útgáfur eða 2 skref. Það er þessi útgáfa 14 og síðan þessi útgáfa 15. Við svona reiknum með að flestir munu taka ferðalagi í 2 skrefum og nýta sér þá að stoppa í þessum Windows-spiðlara sem er síðasta útgáfan með Windows-spiðlaranum og nota hana eitthvað áfram, en þeir sem ætla sér að fara þessa leið, þeir þurfa hins vegar að fara í uppfærslu á næsta ári vegna þess að Microsoft er komið það hraða svona útgáfustjórnun að þeir eru að gefa út útgáfur 2 á ári og eftir næsta ár þá verður rauninni ekki hægt að fara í þessu útgáfu. Síðan er að sjálfsögðu hægt að taka þetta í einu stóru skrefi eða sem sagt færa sig bara strax yfir í þessa 15 útgáfu og þarna og sem sagt að færa sig þá yfir í VF-biðlaran og allar þessar nýjungar og við reiknum með að frá og með næsta hausti þá verðum við tilbúin að uppfæra í þessa útgáfu. Síðan er möguleiki hérna sem svona 3. skref eða það ekki nú þegar tekið að færa þá gögnin upp í Azure skíalausnirnar. En hérna er ég búin að fara svona lauslega yfir hvað er innifalið í útgáfunum 2 sem eru framundan eða þessum 2 skrefum og við myndum endilega vilja síðan heyra í ykkur svona hvað ykkur finnst þetta og hvort að þið viljið fá einhverja nánari kynningu eða ræða uppfærslur í framhaldi. Hafið bara samband við okkur og við förum betur yfir. Annars þakka ég bara fyrir mig og hleypi næsta dagskrárlið herra fundarstjóri. Við erum að tala Stefán Torfa með Wise Attendance og Power Platform. En ekki kvíða, jólaplantari kemur þegar hann er búinn. Þetta er alveg að koma, en hlustum á Stefán, lærum og hann mun fara hamförum. Ég lofa ykkur því. Gjörðu svo vel, Stefán. Takk, herra fundarstjóri. Að einhver sé umhverfismengun orðið nýja uppáhaldsorðið mitt og hugmyndamorðingi, ég ætla að nota þetta. Heyrðu, ég hef með svona tvíþætta kynningu. Fyrst ætla ég að sýna ykkur kerfi sem við höfum gert og erum að nota og erum með í lausnamengin okkar. Og svo ætla ég að venda þessu allverulega í kross og tala eitthvað sem er að koma frá Microsoft sem heitir Power Platform. En við skulum byrja á
viðverukerfin okkar. Þetta sjálfstæð skíalausn í áskrift. Hægt að samþætta við Business Central ef á þarf að halda, eða viljið fá gögnin þar inn. Við erum að gera ýmsa biðlara og náttakerfi, en við skulum byrja að skoða hérna Windows-biðlarann. Við höfum notað þetta í Wise í nokkur ár núna og það sem við náttúrulega verðum með ráðgjafa, forritara og margir út úr húsi og símsvörum var svona flókin og vita hvort að fólk var í húsi var líka stundum svolítið flókið. Man var ofta að hlaupa út um allt hús að leita fólki. Þannig að við ákveðum að búa til svona eitt kerfi sem myndi halda utan svolítið marga punkta. Þið sjáu hérna við erum með kalender eða dagatali í Outlook. Við sjáum litina frá Skype, hvort að hérna viðkomandi sé við tölvuna ekki. Tengd líka við símkerfi, hvort hann sé í símanum. Sé hérna eins og Jón Heiðar, hann náttúrulega ekki í vinnunni og kemur kannski. Það er bara hann. En þetta bætir svo mikið þjónustun okkar og bætir símsvörunina og þetta líka svo miklu þægilegra með samskipti. Nú var þetta að tala samskipti og bara vita hverja eiga afmæli í dag og geta boðið viðkomandi til hamingju með daginn. Það skapar líka svona skemmtileg samskipti á vinnustað. Nú, það helstu stöður, við sjáum hvort einhver sé inn eða úti í bæ eða erlendis eða í fríi með veikt barn eða jafnvel veikur heima. Og ef við tökum aðeins og förum á næstu. Og svo getur við skoða söguna og eins og við sjáum þá getur við startað þarna Skype símtali eða Skype spjalli líka. En skulum viðurkenna, ég photoshopaði aðeins það sem kom hjá Jón Heiðar áðan, en næsta actually ekki photoshopað. Þetta staðan að Sjónsheiðars bara núna fyrir 2 dögum síðan. Það var grænmetislasagna í vinnunni í hádeginu. Hvað gerir gamli? Hann ætla að skunda sér á hádegisfund. Segir sér ætla að koma klukkan 13:19, hann svo skipulegur að það alveg magna. En allavega, svo getur þetta flætt yfir í Business Central og ef þarf eitthvað að breyta þá geta yfirmenn breytt þarna eða bætt við. En þetta svona það sem eins og við notum þetta líka til þess að aðstoða okkur að skrá hreinlega tíman okkar, vita hvar við vorum og hversu lengi. Svo erum við ýmsa biðlara, svona létta biðlara. Við erum með fyrir ýmsa gerði stýrikerfa í snjallsímum. Við erum með þar sem við skráum okkur inn og út af skrifstofunni sem bara frammi í andri hjá okkur og svona fleiri tegundir af snjallsímabiðlurum. Endilega kikið í kaffi til okkar ef við viljum skoða þetta nánar, en nú skulum við vinda kvæði okkar í kross og tala Power Platform. Þetta tilvitnun eiginlega frá Microsoft. Þetta þeirra hugmyndafræði við Power Platformi. Að stuðla nýsköpun innan fyrirtækja og gera fólki kleift að hanna einföld tól til þess að létta sér hreinlega vinnuna. Og þá ég að tala alls konar tól og tæki. Þetta samanstendur af Power BI sem við kannski þekkjum helst af þessu. Skýrslur og mælaborð. Við erum með Power Apps, smáforrit sem einfalt að setja fyrir að einfalda sér svona einföld verkefni eða jafnvel gera mjög flókin. Power Automate til þess að búa til á einfaldan hátt rafræna verkferla. Hvernig vilt þú að gögn eða upplýsingar sé að flæða annarkvort innan kerfa, milli kerfa eða milli hreinlega svæða. Það er talað frá cloudinu niður á svo við kallum on-premise eða tölvurnar á vinnustæðunum. Og síðasta sem kom frá þeim, og það var bara í síðasta mánuði, Power Virtual Agents sem á að útleggjast á íslensku sem sýndar erindreki. Hvernig finnst ykkur það var? En þetta svona á einfaldan hátt má lýsa erindreka sem forriti með tiltekið markmið og möguleika til að uppfylla þau sjálft án mannlegrar aðstoðar. Það sýndar erindreki. En þetta mest notað í að gera þessa yrkja eða bots og svo hægt að tengja þetta við gervigreindina frá Microsoft líka. Þannig að þetta tengir marga hluti saman innan Microsoft Azure skíalausnana. Power BI, við
þetta eru skýrslur og mælaborð, hægt að setja á einfaldan hátt, myndrænar greiningar, koma upplýsingum til staðar þar sem fólk þarf á þeim að halda, tengja saman gögn innan fyrirtækja, en það eru líka fleiri gagnalindir, opnar gagnaveitur, önnur gögn sem eru í fyrirtækjunum, gögn frá samfélagsmiðlum og svo fleiri. Og þú getur búið til svona lykiltölur og búið til og sendt viðvaranir ef að lykiltölurnar einar sala innan dags eða mæting hjá 10% með eitthvað er upp eða niðri og láta bara senda þið skilaboð, mail eða á síma. Þetta er bara svona sýnir svona skýrslum og mælaborðum sem við höfum verið aðstoð okkar viðskiptavinir við að hanna, en við sjáum að möguleikarnir á framsetningu eru næstu í ótakmarkaðir. Þannig að það er mjög auðvelt að búa til fallegar og svona framsetningarbæra skýrslur. Power Apps. Þarna er þetta að búa til svona aragrúa af smá forritum. Maður hugsar eitthvað eitt, kannski við erum eitthvað vandamál, eða eitthvað sem tekur óþarfa langan tíma, eða gögn sem er lengi að sækja eða hvað sem er, en þá getur Power Apps hjálpa okkur að búa til bara lítið forrit innan fyrirtækja sem að leysa þetta vandamál. Það er mikið af sniðmáttum sem að hægt er að nota til þess að byrja út frá og svo getur deilt þeim til samstarfsmanna og fylgst með notkunni á powerapps.com, sjá hverjir að nota þetta og einhver lendi í vandræðum. Þannig að þetta svona leiðbeinið er áfram mjög á svona skemmtilegan hátt. Og svo getur við tengt þetta af aðra hluti í öllu plattformi eða eiginlega í öllu Microsoft Azure Cloudinni. Þú getur til dæmis tengt þetta við Power Automate, búa til flæði fyrir samþykkta reikninga og svo framvegis. Nú, eða þú getur hringt í vin, eða einhver fyrirtæki sem að hafa aðeins skoða þetta nánar, getur verið við, það getur verið aðrir, eða farið á AppSource sem að Bjössi minntist aðeins á og sótt þar forrit, keypt það, skoða það og jafnvel farið að fengið hugmyndir frá því og gert þín eigin. En talandi að hringi í vin, ég sýndi ykkur áðan hérna úr Wise Attendance kynningunni, þá var það þessi snjallsímabilari. Þetta er actually Power App sem við vorum að leika okkur að búa til í Wise. Það sem við erum með svona símaskrá samstarfsmanna, en þetta er samt meiri en símaskrá. Hún er alltaf dýnamisk, hún er uppfærið sjálfkrafa, þannig að við þurfum ekki ef einhver byrjar eða hættir að fara að henda honum út eða bæta honum við símabókina. Plús það að við sjáum hvort að viðkomandi sé í vinnunni, hvort hann sé eða úti í bæ á fundi eða veikur heima. Þannig að hérna var ég að leita félagi mínum, honum Óla. Hann var að vinna heima, en kerfið veit símanúmer hans, þannig ég gat bara tekið og ítt á númerið og hringt í hann. Annað dæmi svona Power App sem við höfum að leika okkur með er með ferðauppgjör. Við erum oft annaðhvort út á landi eða jafnvel erlendis og erum að taka vísakvittanir og eitthvað dót og þetta, maður setur þetta í rassásan eða veskið og svo gleymir maður þessu eða týnir þessu, væri þetta ekki endurgreitt, þið þekkið þetta örugglega einhver. Þarna vildum við bara búið til svona einfalt hjálpartæki til þess að halda utan þetta, svona ferðauppgjörs, Power Apps og ferðauppgjörskerfi okkar í Business Central, tekur bara mynd af kvittunni og þegar þú kemur tilbaka, þá svona bara ferðu bara yfir ferðauppgjörið, allar reikningar eru í viðhengi, þetta spara tíma, þannig að þú klárar yfir, fara sendir í bókun og bara komið. Þetta er svolítið mikið, ég veit það. Power Automate. Þetta er þessir rafrænu verkferlar. Þú getur skilgreint þína eigin eða nota þessa tilbúnu ferla og sniðið á að þínu þörfum. Viltu fá póst þegar einhver setur einhverja skrá á Dropbox eða OneDrive og viltu fá bara póst til þín í mailboxið þitt? Viltu skrá nýtt sölutækifæri í CRM eða einhver minnist á vörunæðina eða þitt fyrirtæki á Twitter? Eða gerum svo við erum að nota þetta að tengja CRM, Business Central og CRM. Það voru fleiri kerfi sem þetta tengja þarna við ýmislegt að Box, Slack, Mailchimp, Facebook, GitHub, Salesforce, SharePoint og fleiri. Þannig að búa til svona rafræna verkferla er ákaflega einfalt. Þetta auðveldar að senda öll þessi gögn á milli kerfa og þjónusta og þetta er viðmótið eins og Bjössi sýndi ykkur aðeins. Þetta er svona frekar einfalt.
þú ert að búa til, kannski tjekka á einhverjum skilyrðum, búa til flæði og hvað ætlar að gera, já eða nei, ætlar að senda post eða senda í bakvinnslu eða posta á Facebook. Nú eða hafa þetta svona aðeins flóknara, þetta er hluti af ferlinu hvernig við höndlum að senda tengiliði á milli CRM og Business Central. Þannig að þetta er svona aðeins flóknara ferli, af því við þurfum að tjekka svolítið mörgu. En það er hægt að gera þetta og svo flækja þetta ennþá meira. Síðast en ekki síst, þá er það Power Virtual Agent, en þetta er þetta tæki til að búa til snjalla spjallyrkja eða chatbots. Það var vatn. Þetta getur notað á vefsíðum og samfélagsmiðlum og fengi sögu notandans úr bakvinnslunni, þessi notandi hefði keypt eitthvað, beðið þjónustu eða eitthvað annað og tekið ákvarðanir sjálfkrafa með þeim upplýsingum. Og svo náttúrulega getur þetta að tala beint við þessa Power Automate ferla sem við sáum í skrefinu undan. En eins og við sjáum, það eru endalausir möguleika með Power Platform og það er einfalt að byrja mjög smátt og stækka hægt eða hratt. Og við erum að sjálfsögðu til staðar til þess aðstoða ykkur í þessari vegferð í stafrænni umbreytingu, þessi digital transformation, sem margir kalla, má segja, stafrænu eða fjórðu iðnbyltinguna. Þannig að takk fyrir mig. Ég segi nú bara, vá, spjallyrki. Þetta eru fullt af flottum orðum og power og hitt og þetta. En ég var að hugsa svona aðeins til að jafna sig eftir þetta, að lífga upp á stemminguna með að lesa upp fyrir ykkur úr minningagreinum sem að ég tók saman. Það mun aðeins létta okkur skapið og svona hann við jöfnum okkur eftir þessa spekjalla frá honum Stefáni. En ég tók saman og var svona að kynna mér nokkurar þegar ég var að undirbúa fundinn og valdi nokkur kvót. Hann giftist eftirlifandi eiginkonu sinni og átti við 2 barn. Þetta er svona hugguleg grafskrift. Hann var sannur Íslendingur og dó á 17. júní. Það er svona alvöru maður. Þrátt fyrir góða greind gekk hún aldrei í kvenfélag. Þetta er svona ungu konurnar í dag, það er ekki mikið í þessu. Hann skrapp úr vinnu til að fara í þrekpróf hjá Hjartavernd, en kom það að lífi lík. Ég mæli ekki með að fara í Hjartavernd, bara gleymiði því. Hann tók fráfall konu sinna mjög nærri sér barnanna vegna. Ég skil hann, kallgreið. Nú Helga lést hennar dag klukkan 16. Helga hafði ætlað að eyða deginum í annað. Ætlaði að eyða deginum í annað. Það er betur að vita hvaða plan maður er með. Í dag kveðjum við kæran samstarfsmann og félaga. Hann tók sér 2 daga frí til að kveðja þennan heim. En bara svo því sé haldið til að þá er þetta úr alvöru minningagrinu. Þetta er bara eitthvað sem ég pikkaði upp svona hér og þar. Og bjó manni sinu gott heimili og ól og 9 hraustbörn, þar á 2 á sjómannudaginn. Þeir segja raunar að líkurnar að eignast 2 börn á sama degi eru minna en eignast tvíbura, þannig að þetta er stórmerkilegt. Og þau tala ekki að hafa sjómannudaginn undir. Hún hafði það sterka skapgerð að smá rigningarsutti sett hann ekki í jafnvægi. Það er alveg kellíkalla ferð. Nú þar voru meðal annars María Maríasdóttir og Guðrún Sveinsdóttir frá Folafæti. Enda þótt María var í hálfslæm í fæti, lék hún við hvert sinn fingur. Hún var bara í hörkustuði, kellingin. En svo er nú mín uppáhalds sem ég fann hérna sem ég ætla að deila með ykkur. Að þessu fjölbreytta lífstíl sínum kynntist Guðjón mörgum mönnum af ýmsu þjóðernum.
þar meðal Indjánum og Kínverjum. Hann lærði tungumál þeirra meira eða minna leyti og meira leyti einkum ensku og Norðurlandamáli. Ég veit ekki alveg hvað Indjánar og Kínverjar þetta voru, en allavega hann kann tala við þá. Nú, ef við stúum okkur að næsta lið á dagskráni, þá eru það Elín og Helen sem ætla að renna við tips og tricks í Business Central. Þetta er ánlegt og þær hafa gert þetta í mörg ár. Þetta er mjög fróðlegt og þið mun læra mikið núna og allavega skilja það sem fer fram, held ég. Síðan á eftir því, þá mun ég fara með jólahugvekju og við drögum loksins í hattrættinu. En Elín og Helen, gjörðu svo vel, sviðið er ykkar. Já, Elín mín, nú erum við hérna aftur. Já, þetta er svo góð flensa, komum alltaf aftur. Já, einmitt. Mér finnst eiginlega valla að vera jól en að fá að taka þátt í þessum jólafundi og hérna vera hérna með ykkur. Það er eiginlega að vera svona bara jólahefð, hluta jólaundirbúningnum. En talandi jólahefðir, varstu að baka? Já, ég var að baka. Það fór ekki alveg eins og ég hafði hugsað mér, en það kemur fyrir. En við höfum svo sem könnumst öll við að klúra jólabakstrinum. Ég brenni nú yfirleitt bara smákökurnar, ekki hendurnar á mér. Nei, þetta er svona, en nú mig. Já, nú þig. Þegar við settust niður og fórum að taka saman hvað það var sem okkur langaði til þess að sýna ykkur í dag, að þá kíktum við á vídeo frá fyrri erindum og við sáum að við varum svolítið að vinna með sömu frasana hérna í upphafi. Já, við kannski bara sjá nokkur brot. Það séu okkur að gera þetta. Hvernig er þetta? Komið sæl. Ég heiti Elín og með mér er Helen. Og við ætlum að sýna ykkur nokkrar áhugaverðar nýjungar í NAV 2018. Já, komið sæl. Ég heiti Helen og með mér er Elín. Við ætlum að fara yfir hérna nýjust útgáfuna á hana sem heitir Business Central. Komið sæl. Ég er Elín og með mér er Helen. Við erum hér með nýjustu útgáfu á NAV, Windows-spilaran fyrir business. Já, komið sæl. Ég er Helen og með mér er Elín. Þetta hefur alltaf virkað. Hefur ekki bara gert það aftur? Ef ekki bara halda ykkur við þetta? Já. Á ég að segja það að þú? Þú gerir það góð við. Já, komið sæl. Ég heiti Helen og með mér er Elín. Við ætlum að sýna ykkur nokkra nýjungar í Business Central. Og hugmyndin okkar í dag var að koma svolítið við í kerfinu, sýna ykkur bæði nýjungar og það sem aðgerðir sem okkur finnst flottar. Já, takk fyrir þetta. Þetta var virkilega vel gert. Takk. En við ætlum að tala um fleira en okkur og ég með nokkrar aðgerðir sem við koma okkur út úr þessu, eða ekki? Ég ætla að reyna að opna þetta. Ég ætla að sýna ykkur sér nokkrar aðgerðir bara í Business Central. Ég fer til að byrja með allavega svona aðeins úr einu í annað og ég ætla að byrja að fara í sölureikninga. Það er nýjung í sölureikningunum sem ég langar að sýna. Ég ætla að búa mig til sölureikning. Hvað gerði ég nú? Býðum hérna til sölureikning og það er vörukarfa sem ég langaði að sýna ykkur. Við velatriði, þetta er þegar ég er að selja kannski margar vörur á einn sölureikning til þess að spara mér innslátt og þá þarf ég ekki að slá inn hverja línu og hverja vöru inn í sölureikningin. Heldur ég geti farið í þessa vörukörfu og ég smelli bara á Control og vel þær vörur sem ég er að selja og setja í lagi og ég geti valið bara hversu margar vörur sem að þarf og þess að við fáum bara inn alla línurnar og reikningurinn er þá tilbúin til bókunar. Nú ef það þarf að bakfæra sölureikning þá get ég farið inn í bókaða sölureikninga, fundið þann reikning sem á að
sem á að bakfæra, eða kreditfæra. Ég finn hérna reikning sem ég ætlaði að kreditfæra. Þá er ég með aðgerð hérna sem stofnar leiðréttan kreditreikning. Ef ég smelli á þá aðgerð, að þá býr sér kerfið til fyrir mig hérna kreditreikning með öllum upplýsingum úr bókaða sölureikningnum. Og hérna er ég með þess að allar línurnar og ég get þá bókað þennan reikning. Og ef ég er með, eða kannski það er verið að skila vörum og ég þarf að bakfæra þennan reikning, einnig er verið að skila vöru af öðrum reikning eða eitthvað svoleiðis, að þá get ég hérna farið í sækja bókaðar fylgiskjalslínur til að bakfæra. Og þá fæ ég hérna sett allar bókaðar sölulínur á þennan viðskiptamann. Þannig ég get valið úr öðrum reikningum líka, annarkvort eina eða fleiri línur sem á að kreditfæra í leiðinni og þá fæ ég þær hérna inn og þá get ég bókað þennan reikning. Og því ég ætla að fara svolítið úr einu í annað. Ég fara hérna á viðskiptamenn næst. Hérna er ein aðgerð sem ég langa að sýna ykkur. Ójafnaðir viðskiptamenn. Sem sagt ef ég er inn í viðskiptamannalistanum, smelli á ójafnaðir viðskiptamenn, þá fæ ég lista yfir alla þá viðskiptamenn sem hafa ójafnaðar færslur. Og hérna bara svona þægilegt að vita af og hérna getur verið gott að nota. Inn á viðskiptamönnum er líka hérna skrá greiðslur viðskiptamanna. Og hérna þá er ég bara með viðeigandi viðskiptamann valinn, skrái greiðslur og þetta er sett á þá við þegar ég er að handbóka inngreiðslu. Þá fæ ég hérna innsett allar viðskiptamannafærslurnar á hann sem hafa eftirstöðvar. Ég vel þá bara þá færslu sem er verið að greiða og kemur hann með þetta hérna dagsetningu móttöku. Ég get breytt henni ef ég vil, ef ég var að taka, ef að greiðslan kom í það 10. Og ef þetta er sett ekki greiðsla á móti öllu reikningnum, þá get ég bara sett upp hennar sem ég var að móttaka og svo myndi ég bara bóka þessa greiðslu. Og ég geti valið fleiri en eina. Líka ef við varum að taka á móti greiðslum sett frá fleiri viðskiptamenn, ég er með einhvern lista sem ég er að handbóka inn, þá get ég farið inn í leitina, skráning greiðslna. Hérna fæ ég þá upp lista yfir viðskiptamannafærslur sem hafa eftirstöðvar á alla viðskiptamenn. Og þá get ég bara valið þær færslur sem er verið að handbóka, aftur get ég breytt dagsetningu móttöku og upphæðinni og svo myndi ég bara bóka greiðslurnar hérna og það bókast þá á banka og viðskiptamann. Eitt annað áður en ég hleypi helina, það er hérna undir, ég opna hérna fjárhagsfærslur. Hérna er ég með fjárhagsfærslu sem hefur verið bókuð á ranga vídd. Þessi hérna er bókuð á deild framleiðsla og nátt að fara á sölu. Þá er ég með aðgerð hérna að breyta víddum. Ég vel bara fjárhagsfærsluna, breyta víddum, þá fæ ég víddina hérna. Þessi átt að fara á sölu. Nú þetta áttu kannski að fara á aðra vídd líka. Þá vel ég bara, við getum sett 8 alveg við víddirnar fyrir fjárhagsfærslunar hérna. Þetta var eitthvað hérna sölumæður. Og þá myndi ég síðan vista breytingar og þá vista ég þessar breytingar á víddunum. Ég gæti einnig hakað hérna í að breyta öllum fjárhagsfærslum á sama fylgiskjalsnúmeri bókunardegi, vista breytingar. Þá breytir hún víddum á öllum tengdum færslum líka. Heiland, þú ætlaði að sýna okkur eitthvað snjallt. Já, ég ætla að færa mig hérna aðeins yfir í sérkerfinu okkar og sýna ykkur hvað er nýtt í bankasamskiptakerfinu. Ef við færum okkur þangað þá langum að byrja afstemmingum bankareikninga. Hér erum við afstemmingu fyrir bankareikninga og mörg eitthvað þekki þessa sýn. Hérna hægra megin er ég með færslur sem hafa verið bókaðir hjá mér og hérna vinstra megin fæ ég inn færslur í bankanum. Ég smelli hérna sjálfvirkjöfnun til að fá inn færslurnar sem ég er búin að lesa inn og þá sjáum við að það gengur allt saman út en þó ekki alveg allt. Það sem er nýtt í þessu er eins og efsta færslan hérna á Væs-lausnir, hún kemur í 2 greiðslum úr bankanum en hún er bókuð í einu lagi í bókhaldinu. Áður fyrir og í eldri kerfum þá þarf að þjappa þessum færslum hérna saman en núna er nóg fyrir maður að velja þær, handvirkt jafna þeim
og kerfið þjappa fyrir mig hérna með góðum árangri. Annað dæmi þetta er færsla hérna á AR eignaumsjón. Hún er bókuð hérna 4.12. og kemur úr bankanum 2 mismunandi daga, 5. og 7. Þá þarf ég bara að íta á kontról, ég þarf að íta á Já, ég er á kontról. kontról hérna og velja þær báðar og handvirt jafna. Þá að samaskapi þjappar kerfi fyrir mig. Nú ef við skoðum hvað er útistandandi, þá hefur allt gengið upp sem er í bókhaldinu hjá mér, bókað á þennan bankareikning. Ég á færslur sem voru að koma bankanum sem augljóslega eru óbókaðar og áður fyrir var það þannig að ég þurfti sérstaklega að velja þær hérna, þið sjá að þær eru bara hérna inn á milli. Núna er komin ný aðgerð sem millifæri óafstemt yfir í færslubókina. Þannig að ef ég smelli hérna þá finnur hún 6 óafstemdar færslur og flytja þær fyrir mig í færslubók. Að auki gerum við kerfið hérna greinamun á formerkjunum, hvort er að ræða hérna debit- eða kreditfærslu og kemur þá með mótreikning fyrir mig, viðskiptamann eða lánardrottinn. Hún finnur einnig hver viðskiptamaður eða lánardrottinn er út frá einkenni greiðanda í bankanum. Þannig að færslubókin er bara tilbúin fyrir mig hérna til bókunar. Ég bóka línurnar og smelli hérna á, þá þær komnar bara strax inn í bókhaldi hjá mér, smelli sjálfvirk jöfnun og afstemmingin gengur upp. Þá er ekkert sem er ójafnað eða útistandandi núna. Þannig að næsta skref er að taka út prófunarskýrslu til að vera viss og svo má bóka afstemminguna. Annað sem er nýtt í bankaafstemmingum er hérna að núna er afstemmingar aðferðin sjáanleg, hvernig þessar línur voru stemmdar af. Þetta er dagsetningur upphæði, hérna er það sem ég stemmdi af handvirt. Ég færi mig aftur yfir í hlutverk bankasamskipta, þá er ég búin að stilla það af hérna svona eins og ég vil hafa það. Ég er með þá gjaldmiðla sem ég hef tínt inn og ég vil fylgjast með genginu. Ég er með bankareikninga hérna sem ég hef tínt inn og sé þá raunstöðu bankareikninga er hérna án þess að fara inn í bankan. Svo er hérna margumtalaður kröfupottur sem er hérna. Hér erum við að sjá ógreidda greiðsluseðla sem við eigum í bankanum. Við erum með litakóðin hérna og rautt er merki að greiðsluseðlinn er komið fram yfir eindaga. Það sem er ljósgrátt, það eru nokkrir dagar í eindaga og það sem er svart er á eindaga í dag og morgun. Svo er ein græn hérna og það segir mér að hún sé í greiðsluferli. Fyrir þá sem er að nýta sér það að greiða, þess að stofna greiðslu út frá kröfunum hérna, þá er í núverandi eða eldra kerfi bara hægt að velja eina í einu. Núna er hægt að velja fleiri en eina og stofna greiðslu út frá kröfu. Það þarf ekki að gera þetta mörgu sinnum með þeirra að búa til greiðslu hér út frá. Þá eru þær hérna dökkgrænar og sem er gefið til kynna að þessar greiðslur eru í greiðsluferlinu. Eitt sem er nýtt í greiðsluferlinu, það er hérna færslan sem var áður, hún er hérna undir í vinnslu og hér er komin hnappur fyrir innskráningarsíðu banka. Þannig ég get smellt á hann og loka mig inn á fyrirtækjabankan út frá þessari valmynd. Þetta er svona það sem hérna er nýtt í bankasamskiptakerfinu og mér finnst mjög flott og ég vona að þið getið nýtt þetta. En Elín ætlar að halda áfram og sýna okkur eitthvað meira. Já, ég ætla að fara aðeins í innheimtukerfið. Og þá langar við að tala hérna kröfusamninga. Kröfusamningar er alls ekki nýtt í innheimtukerfinu en mögulega svolítið vannýtt. Og við höfum rekið okkur á að bara fólk veit ekki af þessu og svoleiðis þetta snýst sér að við erum með reikning og það verið að semja greiðslur og að greiða einhvern reikning í 4 greiðslum eða eitthvað svoleiðis að þá er þetta að gera kröfusamning í innheimtukerfinu þar sem að greiðslum er skipt upp og stofnaðar innheimtukröfur fyrir hverri greiðslu sem samið er um. Ég ætla að búa hérna til samning, ég set bara hvaða lýsingu sem ég vil hafa og svo vel ég bara inn viðskiptamannin. Og því næst velja færslur og þá er ég hérna með alla reikninga og kreditreikninga á þennan viðskiptamann og ég vel þann reikning sem er verið að semja greiðslur á
og því næst fer ég í uppskiptingu og hérna er ég þá að segja hversu, á hvaða gjalddögum þessar greiðslur eiga að vera og hversu langt á milli. Ég segi bara hérna fyrsti gjalddaginn á að vera 15.12. Greiðslur eru 4 og regla útreiknings kemur alltaf sjálfkrafa sem einn mánuður, en það er hægt að breyta því ef maður vill. Svo setjum ég í lagi og þá fæ ég hérna uppskiptinguna á gjalddögunum. 15. hvers mánaðar, hérna næstu 4 skipti, upphæðin er hérna þessi. Og ef það er samið að til dæmis hérna í febrúar á að vera hérna 25. eða eitthvað, þá get ég átt við gjalddagana áður en að ég stofna kröfurnar. Ég setja upp gjalddagana hérna eða eitthvað sem ég þarf að breyta. Svo staðfesti ég samninginn þegar ég sátt við uppskiptinguna á honum. Og að lokum stofnaði kröfu. Kröfukeyrsla hefur verið stofnað, hún stofnar eina kröfukeyrslu fyrir þessar kröfur sem ég er að gera fyrir þennan samning. Það eru með 4 kröfur hérna sem ég sendi svo bara í banka og meðhöndla á venjulegan hátt eins og aðra kröfur í innheimtukerfinu. Og svo þarf að koma greiðsluseðlinum til viðtakanda. Ég get prenta greiðsluseðlinn. Einnig er hérna nýjung að senda greiðsluseðilinn í tölvupósti til viðtakanda. Og þriðji möguleikin er að senda í rafræna birtingu. Það er að senda greiðsluseðilinn undir rafræn skjöl í heimabankan hjá viðskiptamanninum. Ef við förum aðeins inn í kröfulisti, þá erum við hérna með allar kröfur sem ég hef stofnað í innheimtukerfinu. Undir færsluleit er hérna aðgerð sem ég langaði að sýna ykkur. Það eru viðskiptamannafærslur án kröfu. Þetta er hérna, ef bakka hans hérna aftur, þá er ég með valinn hérna viðskiptamannin Navision Ísland. Viðskiptamannafærslur án kröfu, þá er ég með viðskiptamannafærslur sem eru bókaðar af þennan viðskiptamann en hefur aldrei verið stofnuð krafa fyrir. Og þetta hefur oft komið sér vel að kíkja aðeins yfir, sko. Og ég er hérna með því að sjá að það kemur þá sjálfkrafa afmörkun á viðskiptamannin, númer viðskiptamanns. Ef ég tek afmörkunin á viðskiptamannin út, að þá er ég hérna komið með þess lista yfir allar viðskiptamannafærslur sem ekki hefur verið stofnuð krafa fyrir. Og þá bara renni ég yfir hann og þá þarf kannski að taka afstöðu til einhverja reikninga. Ef það á að stofna kröfu fyrir einhverju reikning, þá get ég smellt á hann hérna út úr þessari valmynd í aðgerðir. Er hérna að stofna innheimtu kröfu. Þannig að það er hægt að gera það svona og taka þess til með einföldum hætti. Helen? Það er nýjung í launakerfinu sem að margir hafa beðið eftir, en það eru samþykktir. Og núna er hægt að samþykkja launaseðla af áður en að launin eru greidd út. Með því fæst fyrst og fremst meira öryggi í launagreiðslum og við erum ekki lengur að senda viðkvæm gögn í tölvupósti eða prenta út til að fá samþykktir. Þessu er aðgangsstýrt og það er mjög lítið mál að aðgangsstýra þannig að það er enginn að fá aðgang að launakerfinu sem hann á ekki að hafa. Þessu er stýrt með útborgunarhópum og aðgangurinn er svo sérstaklega tengdur notendum. Það er hægt að setja útborgunarhópa á deildir hjá þeim sem eru með til dæmis flóknari uppsetningu og mismunandi samþykjendur eftir deildum. Ég ætla rétt að renna yfir þetta, en hér er sem sagt sýn launafulltrúans. Hérna er ég með útborgun, opna útborgun, og ég er hérna með 11 launaseðla í vinnslu. Ég sé að hér eru ósamþykktar færslur á öllum launaseðlum. Þegar ég er tilbúið með útborgunina mína, þá sendi ég hann í samþykkt. Þá getur viðkomandi samþykktar loggað sig inn í kerfið og byrja að samþykkja seðlana. Samþykktarferli lítur svona út. Ég var með 11 launaseðla áðan, en núna sé ég eingöngu 5 vegna þess að ég hef bara heimild að því að sjá þessa tilteknu aðila. Ef ég opna launaseðlinn hérna með því að yfirfara, þá sé ég launin og launatengdu gjöldin hérna. Héðan get ég svo samþykkt seðlinn og staðan í samþykktarferlinu breytist þá í samþykkt. Og tökum næsta seðlinn líka, samþykkja hann og svo kolli. Nú ef ég er með einhverja athugasemdir
Hörður hérna, sé að það vantar eitthvað á seðilinn hans, yfirvinnu eða hann átt ekki verið yfirvinnu eða það eitthvað athugavert við hérna, þá get ég hafnað seðlinum og sett hérna inn ástæðu höfnunar. Og ég ekkert fljót á lyklaborði núna. Vantar yfirvinnutíma eða eitthvað slíkt, hver sem ástæðan er. Svo klárum við bara niður eitthvað lista og samþykkist þá seðla sem að á að samþykkja. Fyrir launafulltrúan þá getur hann fylgst með samþykktunum og hann sér hérna ósamþykktar færslur og svo hann hérna með eina hafnaða færslu. Það launaseðillinn hjá Herði og hann fær athugasemd, ástæðu höfnunar og vantar yfirvinnutíma. Og þið sjáið einmitt líka hvenær seðill samþykktur eða hafnaður, klukkan hvað og af hvaða notanda. Þetta var mjög stutt hraðferð yfir þetta á launakerfinu. Við erum sannarlega ekki búin að sýna ykkur allt sem okkur langaði til þess að sýna ykkur en við fengum bara ekki meira tíma. Þannig að Eigum við ekki bara enda á að kannski nefna þess bara Væs-skólann? Jú. Við erum náttúrulega með fullt af námskeiðum í sérkerfunum okkar og þar eru við Helen til dæmis að kenna á samt fleiri ráðgjöfum. Námskeiðsdagskráin inn á Væs.is. Og námskeiðsdagskráin fyrir vorið komið inn á veginn. Bara takk fyrir okkur. Takk. Jæja, heyrðu, þá komið álegar í jólahugvekju, sölustjóra. Þetta eitthvað sem ég er búin að æfa núna allt árið og undirbúa mig eins vel fyrir og ég get. En ég mun fara mjög hratt því að við erum aðeins yfir á tíma. Þannig að þið takið vilja fyrir verkið. En allavega, jólahugvekja 2019. Ég náttúrulega lærði og var mikið menntaður frá Núpi og Hvanneyri eins og gengur. Og rétt til upprifjunar þá vil ég minna ykkur á því að farið á YouTube og leitið upp jólavídeó hjá Væs. Þá finnið þið uppskrift á rauðalbúðingi með rjóma. Þið finnir líka uppskrift af dessert með léttu ívafi. Þannig eina sem þið þurfið að kaupa ávaxtakokteil í dós og teita rjóma. Einnig fjallaði ég keppni sem heitir Hlöftu, hlungu, hlöftu, sem meðrunakeppni Væs. Ég talaði undirbúning, hvernig maður étur á sig spik og bætir sig fyrir vigtun ef maður ætlar að vinna. Því keppni byggir á að létta sem mest og vinna mest af fitupróst og bæta við vöðvum. Þannig að maður undirbýr sig á þennan hátt, mjög gaman. Nú, ef maður þyngist ekki nóg þá svindlar maður og laumar inn á sig lóðum fyrir vigtun eða svona sandvesti og pungsakkan, hún hefur eins með vel. Það maður bætir á sig nokkru grammið þar. En vandamálið í ár var að ég klúraði þessu og ég mæti og þá er komið svona vopnaleitartæki þannig að maður komst ekki inn og svo af því að ég hætti aldrei eftir keppninni í fyrra þá hafði ég ekki til að léttast meira þannig að ég klúraði þessu, reynda svindla var tekin. En aðferðið til að horast alla jafn er mjög einföld, tapra kaffi og kamelkúrin til upprifjunar. Og þá er sigur í höfn, en þetta er árangur í mér á síðustu 40 vikum. Og þetta musteri sem ég sjá í þetta, þessi líkami, hann kemur ekki að sjálfu sér. Þetta er þrotlaus vinna. Og hún gerist með að mæti leikfimi. Það er bara ein leið, minna inn, þá eyðir maður meiru og þá grennist maður, segja þér. En svo við stúum okkur nú á alvörunni og hættum upprifjun, þá í ár ætla ég að fjalla stutt humar. Ég ætla að segja ykkur frá veiðum, nokkru sögulegu staðreyndum og hvernig á að matreiða. Og eins og segir, humar í lífið og eitthvað sem engi verður leiður á. Hér sjáum við bát sem heitir Þinganes. Þetta er eitt af svona flottari fiskibátum í flottanum, eða var á þeim tíma. Og þar var Gunnar Ásgeirsson skipstjóri og ég var stýrimaður og kokkur ýmist.
og þarna sjáið þið humar, reyna 2 humra. Ég veit ekki alveg hvað stendur til þarna en það er hægt að lesa ýmislegt úr þessu. Nú, hérna var ég sérst kokkur þegar ég var lítill á bát og hann er búið að blurra þetta, það var nú mynd þetta bakvið en svona gekk þetta fyrir sig og maður vaskaði upp sjálfur. En þarna var ég sérst 15 ára og var að vera pabbi í fyrsta skipti og var kokkur á humabát. Nú, það þarf að hafa herri og skrifa starra þegar ég er. Jæja, herri, allavega, hér er stýrimann að kaupa eitthvað, hann er að draga sérst pokana af, voðalega duglegur og þetta er Atlantshafið sem þið sjáið hérna og fleiri bátar. Kallið með hattin hérna, það er ég. Og þetta var tekið sérst fyrir 50 og eitthvað árum á svona litla vél. Þetta verið að taka trollið og það er allt í flækju og messi. Og þetta eru vængirnar af trollinu sem er að koma þetta upp og bráðum sjáum við humar. Þetta er skipstjórinn með skeggið. Hann náttúrulega ekki kalla eins og við hinnir, hann var yfirmaður. Og hann er núna stjórnarformaður Skinnið Tinganes og heitir Gunnar Ásgeirsson. Nú, hérna er sérst verið sjá þetta er allt í flækju og vesenni og þá hafa klúrað þess að hann hafi byggt of skart og þá fætt trollið í flækju. Hérna sjáum við rauninu humarinn dett inn úr pokan og hér sjáum við, já ég að stjórna aðgerðum náttúrulega, og hérna verið að tína meðaflan úr og hér sjáum við, já kallir í klukkanum að skipta sér af, hér er humarinn, sjáum við, haugur í hérna. Og svona var þetta gert, svo var þessu mokað upp á borð, svo stóðu 4 kallar og slitu humarinn og þá tók maður halan af, það var bara hirtur halinn. Og keppnin fólst allir í því að vera fljótastur, sem ég var alltaf, sjáu þið litla kallið hérna. Og það átti enginn í mig þessu, það var hver með sína körfu, þannig að maður sá alltaf hver afkastaði mest, þarna í þessu öllu. Svo var eitthvað karfu og eitthvað tótt með og hitt og þetta. Það var nú hirt svona endrum og eins, gert að aflanum, allt niður í lest og málið tautt. Þetta voru við á síðustu vertíðinu sem ég var á, þá fiskuðum við á 50 tonnum, 50 dögum, 21 tonn af humarskottum. Ég var kokkur og ég man að við vorum 40 dagar á sjó að þessu 50. Ég sá vídeóið og við horfðum á 180 vídeóspólur að þessu 40 dögum. Ég var með 3 verkamannalaun, árslaun á þessu tíma, sem var yndislegt. Nú, ef við höldum áfram hér, smá fróðleikur í vinnsluna. Þetta er kvót frá Skara verkstjóra sem var hjá Kaskóhöfn. Strákarnir náttúrulega nenni ekkert að dúlla í humar, eðlilega. Þeir voru út á sjó og veittan. En það eru 40 konur í húsinu og það eru unglingarnir í 15 ára að vinna. Og það er allavega nú að gera fyrir stúlkurnar. En strákarnir nenni ekki að dúlla í humar eða finnst það ekki nógu karlmannlegt. Þetta er tekið viðtalið við hann í mokkanum, sín tíma. Nú ástæðan fyrir að það er tunna hérna er að í þá var humarinn settur í tunnur. Það var sett ís, salt, humar, ís, salt, humar, ís, salt, humar. Lög í hverja tunnu. Þannig náðum við að kæla hann, svo var settur sjór yfir og þá kom súperkæling. Þannig að það var hægt að gaufa með þetta í 3-4 daga. Og þetta sjá við hamingjusamar pattarlega stelpur að leika sér í veislunni. Nú, að elda humar er kunst og það er listgrein. Og þetta er eitthvað sem ég var heldur góður í því ég var náttúrulega kokkur. Hefðbundið miðnæturstarf er bara soðinn humar og það er sykur og salt og stelpur tækir vel eftir uppskriftunum. Kunstinn er í að kæla undir ísköldu vatni, hella því slökkt af, þá losnar humarinn inn í og ekkert mál að brjóta, toga og humarinn kemur heill út. Æðislegt. En galdurinn að þessu var kakóið.
Það var náttúrulega ekki hvítvin út á sjó. Þannig að þá var maður með kakó sem er kerpað í sykru og salti, hefðbundið, bætt við smjöri og í pott og hrært. Þetta kunna flestir. En galdurinn er annar. Það var baulumjólkin. Það var sérst niðursögð mjólk í dósum sem maður notaði í kakóið til að gera enn meira krím í. Og eina kannski suðusúkkulaði og rjómi eyðileggur aldrei neitt, bara meira á honum er betra. Og þá kom út úr því humar og brauð með majó, tómatsósu og þessir hugmyndaríku sem að höfðu bara voru frumlegir í matagerð til blönduðu sama tómatsós og majó og fundu upp koktelsósuna. Nú að þessi baulumjólk, nú veit ég að það er ekki margir þetta sem þekkja þetta fyrirbæri en þetta var niðursögð dósamjólk. Þannig að hún var þess að þykkasti rjómi, eða mjólkuþykni. Nú, þetta var mikill létti fyrir húsmaður. Því staðið fyrir að það voru rógast heim með pókana og mjólkubrúsana og það, þá voru bara með 2 tósir af dósamjólk og gátu þykkt út. Og þær fögnuðu líka mikið húsmaður þess tíma að það jókst plásið í ískapnum þegar gátu keypt tósirnar upp í skáp. Þetta er úr Morgunblaðinu árið 2017, 7. október. Þetta er nýja niðursona mjólkin og hún er til ennþá. Og ef þið viljið búa til alvöru kakó, alveg hrikalega gott kakó, þá skellið þið tósa svona mjólk út í. Það verður kremað og það verður æðislegt. Bara að segja ykkur það. Svo hef ég líka laumað þessi búðing, royal-búðing. Nú, rétt til að brjóta upp þessar uppskriftir af því ég veit að þetta er erfitt fyrir ykkur að meðtaka þetta allt í einu. Þá tók ég nokkur að punkta þetta. Sjúklingur hefur aldrei fundið þessa verkinu með að vaskar upp í sumarbústað. Og ráðlegt að verkið komið fram með hennu tækifærið stendur. Sjúklingurinn fær verk í bringuna ef það liggur á vinstri hlið meira en 1 ár. En vil ég þakka Landspítalanum fyrir digga aðstoð. Sjúklingurinn hefur verið niðurdreginn alveg síðan að byrjaði að hitta mig 1983. Nú, sjúklingur er tilfinningalaus frá tá og niður úr. Ég veit ekki alveg hvað fyrir lega það en eitthvað. Sjúklingur tárast og grætur stöðugt virðist niðurdreginn. Sjúklingur hefur skilið hvítu blóðkorn eftir á öðru spítala. Það er svolítið erfitt að greina þennan. Nú, hann er ekki þekktur fyrir að fremja sjálfsmorð. Nú, hann hefur væntanlega verið á lífið þessi þegar það kom. Nú, hann var í góðu ásökunarlagi, þá til flugvélin var eldsneytislaus og hrapaði. Það er eðlilegt. Og hann hefur áttu gott heilsufar að stríða, sjúklingurinn. Nú, hann á vanda frá austur í sveitum helgar, þar tatt undan henni hestur. Og enn og aftur eins og með minningagrindar, þetta eru allt staðreyndir og ekki tilbúið að mér. Nú, förum í sparifötin. Þá eru fæstir sem kunna að útbúa elda humar eins og hann á að vera á jólunum, sem byggir á hvernig maður höndlar hann hér. Það er að segja að klippa magan, leggja hann á bakið, láta snúa upp, sem að gera stundum í fleiri tilvikum, og þannig er humarinn tilbúinn í meðhöndlun. Nú, hvítlaugsduft er gott að eiga og persilu og markutug seta, konsó, sardó, eitthvað hvítvín, mæli með því, brauðrasp og smjör. Nú, ég eldaði humar bara til að geta sýnt ykkur þetta. Hann er klipptur og maginn opnaður, látist nú upp, hann er tilbúinn í móttöku. Nú, það er tryggt yfir að brauðraspi. Það er við bræðum smjör í potti og þeytum saman smjör og hvítvín, 1 á móti 1. Ef maður er með 1 smjörstykki,
þá horfir maður á, já, give og take, 1,5 polli, þá er maður með 1,5 poll af hvítunni. Þeitt saman drunn og hellir í yfir brauðraspinn. Ástæðan fyrir brauðraspinnum er svo að hann safnar í sig smjörun og hvítvinninu, laumar sér innan undir skilina, undir humarinn, losar hann frá og jafnar hann út og heldur í sér safann. Nú, síðan trefi yfir þessu lauk og steinselju og látum standa í kæli 57,3 mínútur. Það er mjög áríðandi að passa upp á það. Og þetta er ég líka, ég var lítill, ég veit ekki hvar ég poppa alltaf upp. Nú, þetta er niðurstaðan. Hann er bara grillaður við háan hita og verpir sig í give og take 8,4 mínútur. Það er að fylgjast vel með. Hafið grillið á svona 197, myndi ég halda. Nú, niðurstaðan er þessi og hugsa eitthvað, þetta eldaði ég sjálfur og borðaði náttúrulega fyrstur og þegar ég var búinn að borða, þá hleypti ég konunni minni að. Og hún er bara alsæl og fékk að borða. En það er eins og á góðum heimilum að borða náttúrulega húsbóti fyrst og konan á eftir. Þetta kenndi tengdamamma mér og hún var nú 100 ára og hafði ýmsa fjöruna sopið. En nú er komið að jólabrandaranum sem ég er búinn að lofa ykkur. Það er læknirinn sem að hringir í sjúklinginn og segir ég er með vonda fréttir og verri. Þú átt þetta eftir ólifað, segir Doc. Og sjúklingurinn spurði, hvað getur verið verri en það? Hvað mennur þú? Jú, sagði læknirinn, ég bara er náið því síðan í gær. En að lokum er örstutt wrap-up og ég vil hvetja út til að fá okkur meira kaffi eitthvað ef það er eitthvað eftir á borðinu. En það semst við viljum þakka honum Bryndísi Þórhalls fyrir frábæra boðskap frá Billy og félögum, Eddu fyrir bara frábæra frammistöðu og eins og Stendur segir í bíómyndinni Stelli Ólofi, kokkinn er farin að koma heim, majónesin er orðið gul. Þetta er náttúrulega ógleymanlegt. Stefán Torfi, djúpur af venju og endilega spurði hann ef eitthvað er. Elín og Helen þakkuðu fyrir og takk fyrir komuna, takk fyrir að vera til og gleðileg jól.